Mikil spjöll voru unnin hér á Þingvöllum hvítasunnuhelgina árið 1969. Hér hafði safnast saman hópur ungs fólks og sumir voru ofurölvi í reiðuleysi og jafnvel í stórhættu. Nei, þetta ekki torfæruakstursbraut, heldur eru þetta flatirnar í þjóðgarði Íslendinga á Þingvöllum hvítasunnuna árið 1969. Voru flatirnar eins og moldarflag og sátu margir fólksbílar fastir upp undir öxla. Lögreglumenn fluttu fjölda ölvaðra ungmenna til Reykjavíkur og sást varla högg af vatni að sögn lögreglu, því sífellt komu fleiri fram í dagsljósið sem voru of ölvaðir til að vera á ferli. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður var á Þingvöllum. Flestir tóku því vel þegar lögreglan tók þá úr umferð enda orðnir þreyttir eftir gleðskap næturinnar en nokkur brögð voru að því í nótt að unglingarnir væru baldnir og þurftu að járna nokkra þeirra í bílunum. Svo fer þetta að ganga bröðsóttara þegar leið á kvöldið? Já, svo fór þetta nú að ganga. Svona þannig að það fór alltaf að verða fleiri og fleiri sem við verðum að flytja og ég held að séu orði núna með síðustu ferð sem rútan var að fara núna 100 manns. Já, er þetta vegna ölvunar, vegna slagsmála eða þjófnaða, hvað? Þetta er mest vegna ölvunar og reiðileysi svona. Er mikið af því að krakkar hafi verið hér í algjöru reiðileysi? Það er dálítið bragð af því. Það sem að tekur nú hvað mest eftir hérna núna er umgengnin eða afleiðingar þessarar hvítasunnu og það er vægast sagt ljót sjón hér í miðjum þjóðgarðinum. Já, á þessu svæði sem við stöndum hérna er ákaflega slæmt að sjá. Var leyft að tjalda hérna? Það var leyft að tjalda hér og þetta er nú sá blettur sem unglingarnir hafi mest hópað sig á. Betra fólkið og rólegra fólkið það er heldur hér innar hjá Hvannagjá og eins austar og herra hér upp í hrauninu. Já, hérna má segja sé eitt drullusvað orðið og... Já, hér sátu bílar vörpum fastir í leiðinni og eins og þið sjáu þá er jörðin ákaflega illa farin. Slys urðu á fólki en ungur maður hrapaði úr vegg Almannagjár og slasaðist alvarlega. Þá tókst lögreglumönnum sennilega að koma í veg fyrir að 18 ára ölvaður unglingur biði bana við Peningagjá. Þeir veittu því athygli að hann stjögraði eftir hraunrananum milli Peningagjár og Flossagjár og hrasaði öðru hverju. Hyldjúpar gjár eru sitt hvoru megin ranans. Björn hljóp á eftir piltinum og hann var að koma stað honum steyptist hann og valt fram á klettavegnum. Björn henti sér á eftir honum og tókst að skorða sig á klettabrúninu og náði í annan fót piltsins, gat hann beygt hné hans yfir brúnina og haldið honum þar til Sverrir kom til hjálpar. Vissulega hefur oft verið sökk hérna á völlunum og mörg dæmi þess. Og það má kannski nefna fyrsta þjóðgarðsferð sem var hér, Guðmundur Davíðsson. Hann var hérna svona frá 30 til 40 og hann skrifaði dagbækur, mjög merkilegar dagbækur og lýsingarnar þar nú ekkert alltaf fallegar. Það var tjaldstæðið þarna, tekið á þessum stað og þar var náttúrulega, var engin aðstæða þannig, þetta var bara grasi, menn eru að keyra út á grasi og svo var það bara hvort það hélt eða ekki eins og í þess tilfelli þegar það er frost og klaki í jörð þá hefur náttúrulega verið erfitt að aka eftir því. Er ekki bannað að tjalda þarna núna? Jú, það er bannað. Við erum með 3 tjaldstæði sem eru með öllum þægindum á og þar mega menn tjalda. En er mikið það að fólk sé ölvað hérna að vasast í þjóðgarðinum til dæmis helgar þegar er mikið svona ferðamannastraumur? Það getur verið töluvert það, en yfirleitt er þetta nú rólegt og við höfum náttúrulega, þetta öðru tímar og við höfum mjög góða tengsl við lögregluna á Selfossi þannig að þeir eru alltaf komnir, getum alltaf kallaði þá ef eitthvað er að og það má kannski nefna að hérna fyrir 90 þá var nú lögregluna á Selfossi með vegavinnuskúr hérna á Þingvöllum og það voru 2 menn hérna frá lögreglunni helgar en það er nú liðin tíð.